Komið í sæl og blessuð, kæru jarðarmerki. Þá er komið að spilunum ykkar. Við erum að lesa hérna rúnaspil, sjá hvað þau segja okkur. Og það eru þessi hérna spil Viking Oracle sem við ætlum að nota. Og ég tek hérna ykkur, kæru jarðarmerki, saman, naut, meyju og steingild. Það er að segja, ég lesi sikkur í lagi fyrir ykkur en ég hef ykkur í sama myndbandi. Ok. Og við byrjum á meyjunni. Nei, hvað vil það? Við byrjum á nautinu. Afsakið þetta. Komið í sæl og blessuð, kæru naut. Þá eru spilin ykkar konu á borðið. Og þið byrjið á eins og fleiri merki. Rúnaspilinu 9 heimar, The 9 Worlds. Þetta er sem sagt spurningin ykkar eða málefnið eða staðan ykkar í dag. Og hérna erum við að tala um hina 9 heima sem að goðafræðin fjallar um. Það eru sem sagt Ásgarður, Álfheimar, Niðavellir, Miðgarður, Jötunheimar, Vanaheimar, Niflheimar, Múspelsheimar og Hel. Og allir þessir heimar eru í trénu Yggdrasil, Aski Yggdrasils ásakið, annaðhvort í rótum þess eða í krónu. Og þetta spil ber í sér fyrst og fremst skilaboðin um það að þú ert partur af alheiminum og alheimurinn er partur af þér. Askur Yggdrasils tréð var miðja alheimsins, þar sem að allt bjó í raun og veru. Þannig að þetta eru skilaboð til þínum og þú ert ekki einn. Ef til vill ertu í þannig stöðu að þú stendur á einhvers konar krossgötum eða á þröskuldi, eins og fleiri, þar sem að þú ert að ljúka einum kafla lífsins og ert að fara yfir í annan. Það er fæðing og dauði í þessu spili og einhverjar dyr eru að lokast á meðan að aðrar eru að opnast. Þetta getur verið bara vangaveltur hjá þér varðandi lífið þitt almennt eða varðandi einhvern sérstakan þátt í lífiðinu, eins og vinnu, fjölskyldu, tengsl, sambönd, hvað eina. Og þú veist það kannski best sjálfur eða sjálft, kæra naut. Það er þessi tenging við alheiminn líka að það verður að benda þér á að upplifa þig sem hluta af heild. Og ef þú gerir það ekki, að reyna þá að kannski allavega hugleiða það, jartengja þig betur og taka betur eftir því sem í kringum þig er til að svona til að koma því inn að við erum öll tengd, við sem manneskjur, við sem mannkyn, og við erum líka tengd við aðra heima, önnur tíðnisvið, því að þessir heimar eru náttúrulega ekkert annað en mismunandi tíðnisvið sem að við göngum í gegnum á ákveðnum svona stundum lífs okkar, eins og þegar við deyjum. Þannig að það er svona það er hellingur í þessu spili. Það er bara spurning hvernig það fittar við vangavelturnar þínar eða spurninguna þína. En eins og ég segi, þú ert kannski bara á þessum stað akkurat núna og ert að velta fyrir þér framhaldinu.
Við skulum kíkja á næsta spil sem er svona ráðleggingaspil, leiðbeiningar eða hvað ber að gera. Ok. Hér er rún sem heitir fehu eða fé. Held að það sé örugglega rétt hjá mér á íslensku. Hún talar efnislega hluti, fé á fæti, sem sagt allt sem að var í raun og veru mikils virði fyrir víkingana, alls konar búfénaður. En hérna verið að tala hæfileika þína og gjafir þínar sem að þú ert með innra með þér. Að þær séu í raun og veru þinn mestu og besti fjársjóður. Það er aldrei hægt að stela þeim frá þér. Ef þú ræktar hæfileika þína þá hefur þú alltaf tiltaks. Það er verið að biðja þig að taka eftir hvernig þú tengir saman auð eða velgengni eða fé. Hvernig þú tengir það við svona þína persónulegu orku. Hvernig líturðu á sjálfan þig í tengslum við efnisleg gæði. Það var hægt að orða þetta þannig líka. Eru efnisleg gæði stór hluti af sjálfsmyndinni þinni eða gegna þau bara einhverju aukahlutverki í þínu lífi? Hvar seturðu til dæmis peninga? Í hvaða sæti myndirðu setja peninga og efnahagslegt öryggi? Ef þú átt að miða út frá sjálfsmyndinni þinni, eða svona þínu persónulega. Það er svona ýmislegt í þessu spili sem að er verið að benda þér á að velta þessu fyrir þér. Þetta getur vel tengst inn á spili hérna á undan, þar sem að þú ert ef til vill stendur á einhverjum nýjum þröskuldi, þar sem að þú ert að fara yfir í meiri efnisleg gæði eða minni, eða ert að fara að fjárfesta, kaupa, selja, sýsla með eitthvað sem að hefur með, sem sagt í gæsalöppum búfénaðinn þinn að gera. Veltu því aðeins fyrir þér. Svo er verið að tala hérna að auður er eitthvað sem að þú ræktar og eykur í gegnum tíman. Þess að það þarf tíma til að safna auði, það þarf tíma til að fjármagna, til að gera meira úr litlu. Og síðan þegar að þú ert komin með mikinn auð, þá er komið að því að deilunum með öðrum eða til annara. Þannig að það getur verið svarið líka við angaveltunum þínum, að þú ert að fara eitthvað að sýsla með peninga og að nýta peninga til góðs er ekkert nema eðlilegt og sjálfsagt, en að sanga þeim að sér bara til að geyma þá, það er ekkert rosalega jákvætt, því að peningar er ekkert annað en orka og stöðnuð orka er aldrei til góðs. Hún myndar bara stíflur, flækjur og verður íþyngjandi. Þannig að það er verið að benda þér á allt þetta varðandi fé. Já. Og í raun og veru þinn mesti auður liggur innra með þér, já. Ég var búin að segja það áðan. Það er þú þarft að beina hugsuninni að hæfileikum þínum. Og hver er þinn innri auður versus þinn ytri auð? Því að allur þessi ytri auður þarf að stela honum og þú getur mist hann
bara í mörgum aðstæðum. En ríkidæmið þitt innra með þér og hæfileikar sem þú ræktar er ekki hægt að stela. Ok, þetta eru skilaboðin til þín og þetta er eitthvað ferli sem að þú ert að fara inn í og ert að fara að skoða mjög vel hjá sjálfu þér. Ef til vill tengjast aðra manneskjur þessu líka. Þetta getur komið inn á vinnufélaga eða þína nánustu eða hvaða pælingar sem er og þú veist það bara best sjálft, kæra naut. Og talandi um naut, þá er naut hérna í þessu spili og nautgripir voru auðvitað fénaðar. Svo skemmtilegt. Hér er útkomuspilið eða það er að segja orkan sem að stendur til boða þegar þetta ferli er farið í gang. Og það eru hallirnar. Ok. Hallirnar í þessu tilviki eru sem sagt Valhöll og Fólkvangur. Sem að eru í raun og veru 2 útgáfur af handanheimum, skulum við segja. Þriðji handanheimurinn er sá sem að Freyja ríkir yfir, en hann var kallaður Sessrúmnir, því mjög svo þjála nafni. Sessrúmnir, þar sem er rúmt af sætum. Ok, Valhöll og Fólkvangur. Það er bara verið að segja við þig að þér verður launað fyrir góða, vel unna vinnu. Vegna þess að þetta voru laun guðana, handa þeim sem aðbörðust vel eða stóðu sig vel í lifanda lífi. Þeim var launað að loknu þessu lífi. Það hefur verið að tala um líka hér, það sem að kom í þessu spili áðan, að deila auðinum. Að deila fénu með öðrum og hér er verið að tala um að vinna sjálfboðavinnu. Það er að segja, gefa af þér til annara, gera gott fyrir aðra. Þetta er tíminn til þess þegar að þetta ferli er farið af stað. Þú þarft að sýna hugrekki þó að þú sért, þó að þú óttist útkomuna og þetta spil táknar ekki eiginlegan dauða, heldur meira það að þú sért að fara hérna í gegnum eitthvað þrep eða stíga hérna yfir einhver þröskuld yfir í það að fá þau verðlaun eða þá viðurkenningu sem þú átt skilið fyrir fórnir þínar eða fyrir gjafir þínar eða fyrir vinnuna þína, fyrir það að hafa ávaxtað féð þitt vel. Já, það er hérna sem sagt ákall að þú hugsir heildina en ekki bara þig sjálft, kæra naut, eða þig sjálfan eða sjálfa, heldur að hugsa hagi og hagsmuni annara. Það geta verið bara þínir nánustu, það geta verið vinir, nágrannar, það geta verið nær samfélagið þitt, vinnustaðurinn, skóli, bæjarfélagið þitt, sveitafélagið þitt. Bara það að gera vel við og elska náungan er eiginlega svolítið skilaboðin hérna. Það er verið að verðlauna þig fyrir hugrekkið þitt,
og fyrir það að sinna öðrum, og þetta er mikill heiður sem er verið að sýna þér hérna með þessu spili. Þannig að eitthvað gott bíður þín, kæra naut. Leið og þú ert búin að finna út hvernig þú ætlar að standa að þessum málum. Ok, ég held ég hafi ekkert fleiri orð þetta. Og þá þakka ég bara fyrir og þá ætla ég að snúa mér að næsta jarðarmerki sem er Meyjan. Sæl blessuð kæra Meyja. Þetta eru spilin þín. Og fyrsta spilið táknar spurninguna þína eða stöðuna sem þú ert í dag. Eitthvað sem að þú ert að velta fyrir þér. Og þar færðu rúnina Teivas eða Tí sem að guðinn Týr ræður yfir. Þessi rún talar það að öll vinnan þín og öll fórnfýsin þín hafi ekki verið til einskis, heldur munir verða launað fyrir þá fórnfýsi sem þú hefur sýnt hingað til. Að fórna sjálfum sér getur verið stundum nauðsynlegt til að ná ákveðnum takmörkum eða ákveðnum árangri. Og í þessu spili er loforðum að öll lagaleg mál gangi þér í vil. Hérna er verið að tala að þú sért að skapa eitthvað nýtt sem muni vaxa og dafna og verða eitthvað mjög kröftugt og orkumikið. Hvað sem það nú er. Það getur í raun og veru verið á hvaða sviði sem er og fer svolítið eftir spurningunni þinni. En það er eitthvað sem er að stækka og verða stærra og kröftugra heldur en hingað til. Frjálsi viljiðinn, sterki viljiðinn hefur hjálpað þér í gegnum tíðina og þú ert beðin að fókusa honum og horfa skýrum augum á það sem að þú vilt að gerist. Og það er í þessu spili mikil kraftur og mikil orka og það er verið að tala að þú sért búin að vera að vinna vel, sem sagt að gera hluti efnislega, ekki bara að hugsa þá á huglæga sviðinu, heldur framkvæma líka. Þessi sjálfsfórn sem að vera að tala hún tengist í að guðinn Týr fórnaði annarri höndinni í Fenris kjaft til að bjarga fólkinu sínu. Talandi að rétta einhverjum litlafingur og öll höndin er tekin. Það var metið ákaflega mikils á víkingatímum þegar að einstaklingur fórnaði sig fyrir heildina og það var talið eftir dauðan myndi hann hljóta mikil verðlaun og mikinn heiður og viðurkenningu í annarkvort Valhöll eða einu af þessum handanheima stöðum sem að þeir höfðu í sinni trú. Í þessu spili felst líka loforðum að halda samninga og að samningar fari þér í vil og alls kyns lagaleg mál. Þannig að ef þú ert að spyrja eitthvað slíkt
þá getur við verið vissum að það muni ganga upp. Ef til vill ertu bara að velta fyrir þér hverju fórnin þín hefur skilað þér eða hvort hún muni skila þér einhverju. Þú getur staðið á þeim þröskuldi í lífið þínu að þú sért að velta fyrir þér svona og hvað næst. Nú er ég búin að fórna hérna þessum hlutum. Hvað fæ ég út úr þessu? Hvenær get ég farið að gera eða fá eitthvað fyrir mig? Þannig að það er spurning hvernig þetta fléttast inn í vangavelturnar þínar. Þú ert beðin að bara trúa því og treysta, kæra Meyja, að þetta fari allt saman vel og þú munir uppskera. Ok, þá það ráðleggingarnar eða hvað ber að gera. Ef til vill hefur verið að færa einhverja fórn sem að hefur kostað þig meira heldur en áður. Þess vegna ertu að spyrja um það núna. Þú fær rún sem heitir Eivas og hér höfum við töluna 13 og 13 táknar dauðan í tarotspilunum og hérna er líka talað um að þetta sé svona ákveðin skilaboð um dauða. Ekki vera hrædd við dauðan, hann er bara hluti af lífinu. Þú munt upplifa nýja byrjun leið og þú hefur klárað hringinn sem þú ert í núna en ekki fyrr. Settu þér og öðrum skýr mörk og þú munt hljóta þá vernd sem þú þarft. Ok. Eivas er, þetta nafn er tengt við tré sem að ég held á íslensku útleggist ölur. Ölur eða illir. Ég er ekki alveg klár á því. En þetta tré var með þyrna. Já, þyrna sem voru eitraðir. Og þetta eitur verndar tréð gagnvart óvinum. Svo er verið að tala hérna um handanheimana eftir dauðan. Víkingarnir hlutu alltaf loforð um það að eftir dauðan myndi þeim vera verðlaunað og þeir myndu fá að eyða tímanum með guðunum og gyðjónum í veisluhöldum og vellistingum. Nákvæmlega það sem var verið að tala um hér í rúninu á undan. Það sem var verið að tala um að þér mun verða verðlaunað. Kæra Meyja, þú mun hljóta verðlaun. Og þetta spil er eiginlega bara staðfesting á því. En þetta er ráðlegging til þín að muna að þú þarft að klára ákveðin hring áður en næsti hringur getur byrjað. Og þegar að þú þarft á því að halda, þá muntu hljóta það hugrekki sem að er krafist af þér og óttanum verður svipt í burtu. Ef þú ert hrædd að sleppa einhverju, að sleppa tökum á einhverju, þá hjálpar þessi rún þér að gera það. Ef þú þarft bara að sleppa tökum á gömlum vana, til dæmis,
Þá í þessari rún fullvissa að allt sem tekur við mun verða betra heldur en hið gamla eða heldur en það sem að þú sleppir tökunum á. Og þetta spil tengist elementinu jörð sem þitt element, kæra Meyja. Þannig að fórnfýsi þín og allt sem þú hefur gefið upp á bátinn fyrir umhverfið þitt, fyrir fjölskylduna þína, fyrir málstæðin ef til vill, til að skapa eitthvað ákveðið. Það mun ekki verða til einskis því að þú munt uppskera ríkulega og þú munt hljóta hugrekki og óttaleysi sem að þarf til þess að taka næstu skref. Þannig að þetta svona, það eiginlega verið að senda þér styrk og vissu og þetta svona staðfesting á því að þetta mun allt fara vel. Og það ákveðið þakklæti hérna líka í þessu sem verið að senda þér. Þannig að þú ert að fara að taka eitthvað skref hérna út úr sjálfsfórninni. Ef til ertu búin að fórna nógu miklu. Eða ertu að fara að taka eitthvað síðasta skref í því. Og við skulum sjá hvað kemur út úr þessu þegar þetta ferli farið af stað. Það kemur rúnin fé sem að nautið var að fá hérna á undan þér, kæra Meyja. Þessi rún táknar auðvitað bara ríkidæmi. Hún táknar auð, hún táknar allsnægtir í raun og veru. Og hún minnir þig á þínar innri allsnægtir. Hún minnir þig á hæfileikana þína, getuna þína, styrkin þinn. Allt sem þú hefur innra með þér, sem enginn getur frá þér tekið. Ég fæ það hérna sterklega á tilfinninguna að það verða ein af þínum verðlaunum þegar þessu ferli lokið. Að hæfileikar þínir að fara að vaxa og dafna. Og þú ert ef til vill að fara að uppgötva nýja hæfileika eða nýja getu sem þú hefur ekki unnið með áður. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur af veraldlegum, efnislegum hlutum. Það verður séð þig í raun og veru. Þetta táknar bara það að fjárhagurinn þinn eða þinn efnislegi partur á lífi þínu mun blómstra og allt mun ganga vel og þú munt hafa allt til alls, allavega allt sem þú þarft. Þetta eru í raun og veru verðlaunin þín. Og sérstök áhersla lögð hérna á þennan innri þátt sem hefur eitthvað með hæfileikana þína að gera. Þú ert svo sannarlega hæfileikarík, kæra Meyja. Hvort sem það tengist huga eða hönd. Og þið ýmislegt til listalagt eins og maður segir. Og ef til vill bara komin svo stund núna að alheimurinn að fara að hjálpa þér að þroska og stækka einhverja hæfileika og hjálpa þeim að vaxa og dafna. Ok. Það mikil jörð hér. Steinar, allt sem hérna hoggið í stein. Sem fyrir mér táknar í raun og veru bara vissu og öryggi. Og þú munt fá þau verkfæri sem þú þarft til að gera það sem þú vilt.
Það er búið að sjá fyrir efnislega hlutanum í lífiðinu. Og nautið hér, þessi rún tengist að sjálfsögðu líka jörð. Þannig að þetta er jörð út í gegn. Týr tengist reyndar líka loftelementinu. Örin sem svífur loftið. Ok. Steinninn eða gríman sem starir hérna beint fram. Hún segir mér að nú er bara tíminn kominn til að taka eitthvað ákveðið skref sem færa þig bara beint áfram þangað sem að þú kýst að fara. Og það getur verið í formi ferðalags, það getur verið í formi bara breytinga í lífiðinu og það að þú svona hristir svolítið af þér gamla hlekki. Kæra Meyja, ég bara ætla ekki að hafa þetta lengra. Þetta eru sterk og flott spil. Ég segi bara gangið rosalega vel í þessu ferli og ég ætla að snúa mig núna að síðasta jarðarmerkinu sem er steinkettin. Sælublessu kæra steinkett. Þá eru spilin þín komin á borðið. Fyrsta spilið sem er svona það málefni sem þú ert að velta fyrir þér. Þar fáum við gyðjuna Hel. Það eru aðrir sem hafa fengið þetta spil hérna líka. En skilaboðin með þessu spili eru að þú sért kannski stödd kæra steinkett á einhverjum stað sem að þú heldur ef til vill að sé endastöð. En það er mjög mikilvægt að þú áttir þig á því að þetta er ekki endastöð, heldur þarftu að standa upp og halda áfram. Það er allt í lagi og mjög gott að þú staldrir aðeins við og hvílir þig hérna á þessum stað. Ef til vill varstu að ljúka einhver ákveðnu verkefni eða loka einhverjum kafla í lífiðinu og stendur núna frammi fyrir því að taka næstu skref. Þú ert bara ekki alveg tilbúin ennþá eða ert að bíða eftir einhverjum merkjum hvert skal halda. Gyðjan Hel var mjög kröftug og flott gyðja, göldrótt eins og það er margar. Og það var alltaf talað að fólk þyrfti góða gönguskó þegar það fór til heljar eða nýja gönguskó vegna þess að það þyrfti að geta labbað áfram, sem sagt út úr Hel í raun og veru. Þannig að fólk var oft grafið í nýjum skóm til þess að geta haldið áfram göngunni til að stoppa ekki hjá henni. Það getur verið ákveðin blekking í þessu spili. Hlutirnir eru ekki alveg eins og þeir líta út fyrir að vera. Ef til vill ert þú með hálflukt augun eða að þú ert að taka hlutunum á einhvern hátt sem er ekki alveg kannski 100% rétt. En þú þarft að muna það að dauðinn er aðeins byrjun á nýjum upphafi. Og ef þú stödd kæra steinkett í einhverjum erfiðum kringumstæðum, að stoppa þá ekki þar, heldur
halda áfram eins og ég sagði áðan. Þetta getur verið eitthvað sem er að halda í þig. Það getur verið einhver þyngsli úr fortíðinni eða eitthvað sem svona er að hefta för þína. Og það er bara þinn frjálsi vilji sem að getur í raun og veru haft áhrif á það að þú standir upp og taki skrefin áfram. Ok. Já, ég er að leita hérna að ákveðnu í bókinni. Já, það kemur kannski á eftir. Allt í góðu. Við höldum bara áfram. Maður sónar út stundum svona. Það er bara eðlilegt. Næsta spil er ráðleggingar. Hvað ber að gera? Ef að þú ert staddur hérna. Hvert er best að fara? Hvað er best að gera? Og það er rún sem heitir rætó eða reið sem táknar ferðalag og hreyfingu. Þannig að hérna, þetta er bara í beinu framhaldi. Og hreyfingin eða ferðin sem þú ert að fara í getur verið bara eiginleg ferð, bara venjulegt ferðalag sem að þú ert að fara að stíga inn í, eða þetta eru breytingar í lífiðinu sem að er bara nokkurs konar ferð. Það sem þú getur notað sem svona vörður til að fylgja, það er hvað gleður þig. Hvað veitir þér ánægju og hvað veitir þér gleði? Þú átt að fylgja því og það er í raun og veru leiðarvísir við þig. Ekki að fylgja því sem dregur úr ánægjuðinni og muna að leiðin, ferðalagi sjálft, er alveg jafn mikilvægt eins og leiðarendin eða áfangastaðurinn. Það er verið að benda þér á að fókusa ekki á byrði fortíðar. Kannski er það byrðin sem er að halda þér hér í stöðnun og kulda og þú þarft að finna leiðir til að sleppa byrðum fortíðar og einblína á nútíðina. Ekkert verið að velta þér upp úr framtíðinni, hún er ekki komin ennþá. Bara setja stefnuna á einhverja nýja sjóndeildarhringa, bæði í eiginlegri eða óeiginlegri merkingu, hverju svo sem þeir eru. Upplifa eitthvað nýtt, fá nýja orku inn í líf þitt og að láta þig svolítið að fylgja svolítið flæði lífsins en ekki setja þig upp á móti því, að vinna með lífinu. Og það er þetta með náttúruna og árstíðirnar. Víkingarnir létu árstíðirnar svolítið stýra lífi sínu. Við erum að hluta til hætt að gera það, nútíma fólk. Vegna þess að við búum í það góðum húsum og höfum það góð tækifæri til að ferðast, að veðri til dæmis stjórnar okkur ekki alltaf eins og það gerði áður. Þó að vissulega allavega við hérna á Íslandi þurfum alltaf að taka tillit til veðursins. Og sérstaklega núna, það vetri til. En þetta er í minna mæli heldur en áður. Víkingarnir fylgdu náttúrunni sem sagt í þessu flæði,
borðuðu fæði sem að fylgdi hverri árstíð fyrir sig. Og þeir í raun og veru voru alltaf í núinu og voru alltaf að njóta ferðarinnar á hvaða ferðalagi sem þeir voru á. Þannig að það er það sem að þú þarft að gera núna, ráðleggingarnar til þín. Og þetta, ef þið tekst að virkja þessa orku, þá á þetta eftir að veita þér rosalega mikið frelsi. Þú verður meðvituð, kæra Steingitt, þig sjálfa og þína þarfir og meðvitaður umhverfið þitt með því að vera meira í núinu og taka eftir því sem í kringu þig. Það er að segja að ferðin sjálf skiptir máli. Reyna að njóta útsýnisins og reyna að njóta fólksins eða náttúrunar sem í kringum þig á þessari leið sem þú ert á. Og nú er það bara spurning hvaða leið þetta, hvaða ferðalag þetta sem þú ert að fara í. Þú ert að fara úr stöðnun í hreyfingu sem jákvætt. Og það er bara spurning hvernig það tengist svona spurningunni eða stöðuðinni í dag. En leið og þetta ferli farið af stað, þá hér spil sem sýnir svona nokkurn veginn útkomu eða það sem að mun fylgja í kjölfarið. Og það rúnin Dagas eða ég held hún heiti bara dagur eða dögun. Fyrstu skilaboðin sem koma með henni, þetta einhver falleg gyðja hérna, vígbúin, sem að svona tala þín innri styrk og jákvæða orku sem að mun flæða til þín. Þú þarft að muna og treysta því og trúa að þú sért með mikla vernd og þú þarft að hafa vonina á lofti, kæra Steingitt, og ekki tapa voninni. Hamingjan nær en þú heldur og ef þú hefur verið að syrgja sem að einhverju leyti á örugglega við þig, þar sem þú hefur verið á einhverjum erfiðum stað, þá þessi rún hér komin til að segja þér að sorgartími og erfiðleikar senn að baki. Svo tekið fram hérna að sorgin nauðsynleg en hún mun senn líða hjá. Svo líka verið að tala að reyna að finna jafnvægi í öllum hlutum. Og þegar ég horfa á þessi spil hérna saman, hel og dögun eða Dagas, og rúnina þessa á milli, þá finnst mér þessi rún tákna jafnvægið sem þú þarft að finna. Það að segja jafnvægið á milli stöðnunar og þess nýja finnurðu með því að koma hreyfingu á hlutina. Ok. Góðir hlutir á leiðinni til þín og munu koma í kjölfarið. Þessi rún táknar kraftaverk dögunarinnar og birtuna eftir storminn. Vonin vaknar þar sem að hún ef var horfin áður og þetta hamingja eftir sorgartímabil og hún komin til að minna okkur á að við getum valið gleði eftir að hafa verið kannski tímabili þar sem við höfum þurft að fórna gleðinni. Hún stendur líka fyrir létti eftir að hafa verið að vinna erfiðisvinnu. Að erfiðisvinnan búin. Mikil vernd í þessari rún og ýtir allstaðar undir gleði og hamingju þar sem að þunglindi
eða veikindi hafa verið og hún kemur á jafnvægi á milli hugar og líkama og gulur er hennar litur. Ok. Þetta er ákaflega kröftug rún og frábært að fá hana svona sem loka skilaboð eða loka takmark á einhverju ferli sem að þú ert í, kæra Steingeit, eða ert að fara inn í. Ég held ég þurfi voða lítið að segja meira þessi spil. Þá er ég búin að lesa fyrir öll jarðamerkin og kæra Steingeit, ég bara óska þér allsins besta með þetta ferli og vil bara senda þér ljós og kærleika.